Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, oddviti Framsóknarflokksins. Hvernig tilfinningin að vera í minnihluta í bæjarstjórn Reykjanesbæjar núna? Já, það bara líka svolítið spennandi. Maður þarf líka að kunna það. Þannig að þetta verður reynsla, ný reynsla. Muniði veita gott aðhald, spyr maður? Já, ég held það. Við bara erum að vinna hérna fyrir íbúa. Það voru 1 af hverjum 4 sem kusu Framsókn. Þannig að við ætlum að standa okkur fyrir fjórðung íbúa. Þannig að ég held að við munum bara halda áfram að vinna vel fyrir samfélagið. Voru þetta vonbrigði að þið skildu ekki ná að halda meiri hlutanum þó að það hefði aldrei verið eins en þið hefði getað verið hugsanlega áfram, þið, Framsókn og Samfylking og þið hefði hugsanlega fengið, þið hefði þurft að fá miðflokkinn með ykkur. Kom það til greina? Já, það má alveg hugsa þetta svona eftir á en kosningarnar bara fóru eins og þau fóru. Það var myndaður sá meiri hluti sem að taka við hérna í dag og við bara vinnum með það. Eru einhver mál svona, finnst þér sem að nýr meirihluti að leggja áherslu á sem að þú hefur, myndir hafa skoðun á? Nú veit ég ekki hvað þau munu leggja áherslur á, en ég veit það að áhyggjurnar mínar hérna fyrir kosningar og okkar í Framsókn voru brottfararstöðuna sem að var nú til umræðu á Alþingi og ég fylgdist með því í gær. Þannig að þetta á leiðinni, þannig að ég vil allavega vinna að því að við séum að stíga þar fast niður fæti. En svo ætlum við bara að leggja áherslu á þau mál sem við vorum kosin fyrir, þannig að við munum koma þeim á framfæri. Verður það ekki erfitt í minnihluta? Já, eru góð mál ekki bara góð mál? Oft tala að það sé nú meiri svona, meiri samstaða í stjórn bæjarfélaga heldur en kannski Alþingi? Já, ég vona það. Það hefur verið þannig hingað til og ég vona að það verði svoleiðis líka hér eftir. Þannig þetta leggst bara vel í því? Já. Við vinnum bara með það sem við höfum og ætlum ekki að gleyma því 1 sekúndu fyrir hverja við erum að vinna. Eitthvað sem að þér fannst geta farið betur í kosningabaráttunni? Þið fenguð fína kosning? Við fengum frábæra kosningu og Framsókn hefur aldrei verið eins sterk eins og í dag í Reykjanesbæ. Við bættum við okkur, við fórum úr 22 í rúmlega 26% sem er stórkostlegt og líka því að meirihlutin hélt ekki eins og hér hefur komið fram. Þannig að við erum afskaplega ánægð með góða kosningabaráttu, við spiluðum leikinn eins og við viljum gera, með gleði, af vopni, við höfum gaman að því og þetta niðurstaðan og við erum stolt af henni.